dagskrárlið og leggjum frá fundargerðir forsætisnefndar frá því 14. mars, fundargerðir íþrótta- og tómstundaráðs frá 28. febrúar, fundargerðir mannréttindaráðs frá 25. febrúar, fundargerð menningar- og ferðamálaráðs frá því 10. mars, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá því 5. mars, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 5. og 12. mars og fundargerð velferðarráðs frá 7. mars. Þá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir óskað eftir því að taka til máls undir þessum síðasta dagskrárlið. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil vekja athygli á 5. lið fundar forsætisnefndar frá föstudeginum 14. mars sem heitir Framfer umræða almennar samskipta og kurteisisvenjur á fundum kjörinna fulltrúa. Mér langaði bara til þess að fara aðeins yfir það að það virðist vera dálítið þannig að fólk átti sig kannski ekki alveg á þeim heimildum og því umboði sem að kjörnir fulltrúar hafa hér í borgarstjórn. Það virtist allavega vera þannig, samskipti mín og annarra kjörinna fulltrúa hafa bent til þess að það hafi dálítið svona kannski ekki verið smá misbrestur í því hvað fólk telur aðra mega segja og hvenær. Ég vildi bara aðeins fara yfir það að við höfum öll sem að sitjum hér fullt frelsi til þess að ræða öll þau mál sem að okkur dettur í hug að ræða, bæði hér á fundum borgarstjórnar og líka í fagráðum. Umræður í fagráðum eru vissulega trúnaðarmál, en það sem að gerist inn í fagráðunum er þannig að við megum segja allt sem okkur dettur í hug, allt sem okkur dettur í hug og við alla þá sem okkur dettur í hug. Og ef að einhver er með til dæmis fyrirspurnir til einhverra, að það með alveg einhverjir aðrir svara þeim fyrirspurnum ef þeir kjósa svo. Það er sem sagt þannig, ég vildi bara árétta það vegna þess að þessi umræða fór fram af gefnu tilefni í forsætisnefnd, að allir kjörnir fulltrúar hafa rétt til þess að taka til máls þá og þegar þeim sýnist, eins oft og lengi og þeim sýnist. Hér í borgarstjórn eru ákveðnar reglur það hversu lengi við mögum tala og hversu oft, en í fagráðunum það ekki. Þar hafa allir jafnan rétt til þess að taka til máls og þeir mega kommenta og bregðast við öllu því sem allir segja. Vildi bara fara aðeins yfir þetta, vona að þessi misskilningur kom ekki upp aftur og þakka annars fyrir góðan fund. Þá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir óskað eftir því að veita andsvar, ekki rétt? Já, gjör svo vel. Við ræðum borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég tek undir með Sóleyju Tómasdóttur að við kjörnir fulltrúar í ráðum og nefndum borgarinnar og hér í sal borgarstjórnar höfum fullt málfrelsi og höfum fullt skoðanafrelsi. En það hefur oft brugðið við að fulltrúar meirihlutans hafa reynt að koma í veg fyrir það á fundum ýmissa ráða og fundarsköp hafa ekki verið haldin. Fólk hefur leyft að gjamma frammi og ég hef margsinnis lent í því á fundum, meðal annars í skipulagsráði, þeim fundi sem borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir er sennilega vísað til að það hefur verið margsinnis gripið frammi fyrir mér. Í heilbrigðisnefnd hefur það margsinnis og ítrekað gerst að formaður hefur reynt að þakka niður í mér. Þannig að við skulum þá bara taka þetta til okkar öll, reyna að bæta þessar vinnuaðferðir og fara að fundarsköpum á þeim fundum sem við erum í á vegum borgarinnar. Þá er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við það að veita andsvar. Þá liggur ekki fleira fyrir þessu fundi nema örfáar bókanir og vil ég biðja þá fulltrúa sem ætla að lesa upp sína bókanir og koma hingað upp og gera það hið snarasta. Já. Og svo vel. Fyrsta. Já, þá kemur Oddný Sturludóttir og lesur bókun undir 3. dagskrárlið, gjör svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórnin kynni hér bókun Bestaflokksins og Samfylkingarinnar vegna 3. liðar á dagskrá fundarins frístundir. Hún hljóðar svo: Áherslur Bestaflokksins og Samfylkingarinnar ódýrari frístundir eru greinilegar síðustu misserin. Má þar nefna jákvæð viðbrögð íþróttahreyfingarinnar við hvatningu borgaryfirvalda aukna systkinaafslætti og afslætti þvert á greinar, hækkun frístundakortsins 20%
og mikla viðleitni bæði borgaryfirvalda og íþróttahreyfingarinnar til að tryggja aðgengi allra barna að uppbyggilegum frístundum. Það er borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir lokið við það að lesa upp bókun undir 3. dagskrárlið. Má bjóða fulltrúum Sjálfstæðisflokksins að koma upp og lesa bókun undir 1. dagskrárlið, gjörðu svo vel. Engin bókun þar. Þá kemur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi og les upp sína bókun Sjálfstæðisflokksins undir einhverju lið. Hvað? Písa. Já, undir öðrum dagskrárlið, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, kynni hér bókun Sjálfstæðisflokksins undir öðrum lið. Hún hljóðar svo. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins harma að fulltrúar Bjartrar framtíðar, _bestaflokksins, Samfylkingarinnar og Vinstri grænna skuli vísa frá tillögu að árangur hvers skóla í einstökum greinum PISA-könnunar 2012, lesskilningi, náttúrufræðilæsi og stærðfræðilæsi verði sendar viðkomandi skólastjórnendum, skólaráði og stjórn foreldrafélags. Markmið tillögunar að tryggja að foreldrar fái tiltækar upplýsingar árangur skólabarna þeirra og hvetja til upplýstrar umræðu kennsluhætti og námsárangur. Markmið tillögunar hins vegar ekki að etja skólum saman og benda í ásökunarstíl á þann skóla sem skilar lögustum árangri eins og borgarfulltrúar meirihlutans hafa haldið fram. Rétt að benda á að niðurstöður einstakra skóla í samræmdum prófum hafa verið birtar frá aldamótum og viðurkenna nú flestir að birting slíkra upplýsinga sé til góðs og veiti foreldrum mikilvægar upplýsingar skóla barna þeirra sem og skólakerfið í heild. Niðurstaða málsins skýr. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vilja að foreldrar grunnskólabarna fái upplýsingar útkomu grunnskóla þeirra í PISA-könnuninni. Borgarfulltrúar Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, _bestaflokksins og Vinstri grænna vilja ekki veita foreldrum þessar upplýsingar. Þá er fulltrúi Sjálfstæðisflokksins lokið við það að gera grein fyrir bókun þeirra undir öðrum dagskrárlið og þá langar mig að biðja borgarfulltrúa Sóleyju Tómasdóttur að koma hingað og gera grein fyrir sinni bókun undir 3. dagskrárlið, ekki satt? Jú, er það ekki frístundin? Jú, ég svolítið í ruglunni, fyrirgefðu. Já, og ég lesa kannski líka gagnbókun. Já, þá ég að hugsa að lesa forseti og góðir borgarfulltrúar sem að lesa 2 bókanir, annars vegar sem borgarfulltrúi Vinstri grænna og hins vegar sem blaðafulltrúi bestaflokksins, _ Bjartrar framtíðar og Samfylkingar og Vinstri grænna. Eða kannski bara meirihlutaflokkana, ég veit ekki alveg hvernig þessi er háttað öllu saman. En bókun sem sagt borgarfulltrúa Vinstri grænna frítíman svo hljóðandi með leyfi forseta. Frítíminn sjálfstæður og mikilvægur hluti af lífi fólks. Ung en vaxandi stétt frístundafræðinga hefur haft gríðarleg áhrif á þjónustuna sem þó hefur ekki verið skilgreind eða rædd sem skyldi innan borgarkerfisins. Nauðsynlegt að taka markvissar á málum, tryggja farveg og fjármagn til að frístundin fái að vaxa og dafna en hún verði án aðgreiningar og fyrir alla borgarbúa. Aðstöðumunur barna eftir aldri ólíðandi að ekki sé talað mismunun vegna fötlunar eða uppruna. Tryggja verður þjónustu við börn í 5. til 7. bekk og 16 til 18 ára, viðeigandi stuðning fyrir þau sem þurfa og að öll börn viti af þeirri þjónustu sem í boði er. Að sama skapi verður að vinna að heildstæðri frístundaþjónustu þar sem gamaldags múrar milli fagsviða hindra aðgengi ákveðinna hópa. Til að svo megi vera þarf að tryggja frjóan jarðveg og nægilegan stuðning við fagfólk, auka fjármagn í málaflokkinn og stuðla að bættri nýtingu þess. Þetta var bókun mín sem sé. Svo hér gagnbókun borgarfulltrúa bestaflokks Vinstri grænna og Samfylkingar sem svo hljóðandi með leyfi forseta vegna PISA. Tillögunni vísað frá vegna þess að þetta verklag þegar í gildi. Stjórnendur og skólaráð fá upplýsingar stöðu skóla. Í skólaráðum sitja foreldrar kosnir samkvæmt starfsreglum foreldrafélags hvers skóla. Skólaráðum best treystandi til að virkja skólasamfélagi til samráðs og samtals hagsmuni skólans og velferð nemenda. Miðstýring borgarstjórnar á því hvernig það fer fram ekki til bóta. Allt tal að borgarfulltrúar vilja ekki veita foreldrum upplýsingar stöðu grunnskólana misskilningur eða útúrsnúningur og lykta sjónarmið Sjálfstæðisflokksins mjög af vantrausti til stjórnenda og skólaráða. Þá hefur borgarfulltrúi Sóleyju Tómasdóttir lokið við það að gera grein fyrir bókun undir 3. dagskrárlið og öðrum dagskrárlið gagnbókun. Þá hafa borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins viðrað það að þeir ætli að gagnbóka undir öðrum dagskrárlið. Já, þá gerum við stuttfundarhlé meðan fólk gengur frá og semur þetta. Ég er búin að senda gestum með þetta.
Trúnsa ekki. Þetta bara hugmyndir 1000 árum eða hvað. Ég skil ekki að hún spyrir mér hún segir. Ég veit ekki neitt. Af hverju hún spyrir? En hvað var hún að spá í? Hún er ekki með tölur sem hún spyrir. Já, en leið og Google, þú kemur fram þessi 8000 ára saman. Er þetta eitthvað tengsl eða það? Já, ég veit ekki hvort þú spurja það. Ég held það í snið. Ég hef ekki sem það fæli. Kemur bara strax. Já, Alltaf bara saman. Nefnir sem atriði sem saman að minna að þú ætla að ná fyrir árið 2015. ekkert hefur orðið að veruleika. Það er eitthvað. Þannig að þetta er ekki markmið sem að Sameinuðu þjóðirnar settu sér árið 2000. Árið 2000 í þessari 1000 yfirlýsingu sem saman árið 2000. Það lítur að vera það. Kalle er að koma til New York að toppa. Þú fyrir til New York í shopping. Kalle sé og toppa. Hún er ekkert orðin of pregnant til þess að gera. Mér langar bara svo að vera eitthvað og setja og byrja á að reyka. Ég þarf ekki, ég þarf aldrei verið búið. En ég keypt bara klinn, eitthvað fyrir hreinsir á. Það er ekki eitthvað sko. Það er ekki langar að pröfa en það ís eitthvað hlýtt. Ég veit að þetta ekki það er ekki saman. Þú eru skilja. Jæja, við höldum áfram með fund. Þá kemur hingað upp borgarfulltrúi Kjartan Magnússon og kynnir bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, gagnkbókun undir öðrum dagskrárlið, gjörðu svo vel. Já, forseti góðir borgarfulltrúar, kynni hér gagnkbókunin við gagnkbókun og hún hljóðar svo. Það eru rangfærslur sem framkom í bókun meirihlutans að umrætt verklag sé nú þegar í gildi. Rétt er að skólastjórnendur fá slíkar upplýsingar en með því að þeir
en með því að þeir leggi þær fram í skólaráði þar sem sitja 2 fulltrúar foreldra er ekki tryggt að allir foreldrar í viðkomandi skóla sem óska eftir slíkum upplýsingum fái þær. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vilja tryggja að allir foreldrar fái sem víðtækastar upplýsingar stöðu skóla barna sinna, hvort sem þeir sitja í skólaráði eða ekki. Þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að gera grein fyrir gagnkbókun. Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi og segi honum slitið klukkan 19:03 og ég segi takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík.